ætlum að halda áfram með verkefni 3 og það áframhald á Hónó-vinnu nema nú ætlum við ekki að setja upp neitt viðmótið útlit. Við ætlum eingöngu að búa til vefþjónustur og við ætlum að búa þær til fyrir lítinn fréttavef sem við erum að setja upp sem á að vera bara með töflu með höfundum og svo töflu með fréttum og við ætlum að setja það upp með Prisma og svo ætlum við að vera með Hónó til þess að búa til endapunktana fyrir okkur og endapunktarnir ætla að geta gefið okkur gögn, breytt gögnunum og búið til ný gögn. Þannig að við enduðum á seinsta tíma á að við vorum að bara hardkóða þetta og við gætum fengið einhverja authora hérna og við gætum fengið stakan og við gætum, ég veit ekki hvort við geta búið til en við getum sett upp og sjá bara hvað við höldum áfram með núna. Síðan hérna paging sem þessi pæling. Við ætlum að vera með fréttavef og hann ætlar að verða mjög vinsæll og hann ætlar að við ætlum að skrifa margar fréttir á dag þannig að við vitum að við erum komið með 20.000 af fréttum þannig að við getum ekki í raun bara beðið allar fréttir og gert síðan eitthvað í klientum þegar þá væri við bara að senda yfir óheyrilegt magn af gögnum sem að klientin væri að fara að birta bara efstu 10 af þannig að það bara meikar ekkert sens að fá 20.000 færslan til þess að birta bara 10 þannig að paging leysir það fyrir okkur að við fáum eina síðu í einu. Það eru margar leiðir til að útfæra þetta og við ætlum svona rétt að snerta á því. Þannig að við ætlum að nota líka Prisma og við ætlum að setja upp svona seed. Þannig að við ætlum að vera með að minnstakosti 11 fréttir svo við getum þá verið með 2 síður af fréttum og við ætlum að staðfesta með SOD. Þetta aðeins meira en var í verkefni 2. Og svo ætlum við aðeins að hugsa öryggið að því leyti að við ætlum að passa upp á að við séum að nota Prisma-klientinn og senda bara gögnin í gegnum hann eins og við höfum að gera þar og þar fáum við þá þetta tryggingu gegn SQL injection ef við notum í raun klientin þannig að við sendum queryið okkar óháð gögnunum okkar og svo ætlum við að setja upp XSS-pakkan til þess að passa upp á að við getum ekki sendt inn XSS payloads sem að gætu hugsanlega valdið okkur vandræðum á einhverjum tímapunkti. Og við ætlum ekki að vera með neina umsjón eða aðgangsstýringar og svo bara það sem hefur verið hérna í öðrum verkefnum. Þannig að út frá þessu þá var ég búinn að setja niður einhverja smá lista. Við getum sett upp uppsetning á SOD innan Hónó. Hónó hefur svo leið til að setja upp SOD og svona plugga því inn í sitt flæði. Svo erum við með paging hérna og við erum með Prisma seed á gögnum. Þetta heldur sér fínt svolítið svona, svo bara uppsetning á öllum endapunktum fyrir authors og svo fyrir news. Þannig að hérna eitthvað komið. Hafið einhverja skoðun á því hvað við tökum fyrst hér? Ok, ef að þið þyrftuð að hafa skoðun á því hvað við ætlum að taka fyrst hér, hvað myndið þið velja? Paging. Ok, fannum það hérna. Eitthvað sem við viljum taka alveg fyrst. Ef við segjum hérna, hvað er hér? Prisma. Það hljómar vel og svo getum við tekið kannski þetta hérna aðeins skoðum hvað þetta er og svo kannski seed til að geta síðan fyrir að prófa paging. Þannig að við getum gert eitthvað svona og tengja get authors við Prisma client DB. Svona, gott plan. Ok, Prisma er svona ORM / ég veit ekki hvað maður mátti kalla þetta, svona database manager. ORM er þetta sem hefur mikið verið notað bara í mörg ár sem er Object Relational Mapper sem tekur þá einhver gögn úr einhverju gagnasafni oftast einhverjum relational gagnagrunni og varpar þeim yfir í gagnatag sem við erum að vinna með í okkar forritunarmáli.
Þannig að það bara það sem við vorum að gera í verkefni 2, þar sem við vorum með eitthvað queryfall sem bara tók eitthvað abstrakt og sagði bara eitthvað, já, svo fær einhverja raðir og það eru svona. Þannig að ORM er meira svona passa upp á þessi data validation á því að þú fáir eitthvað gögn, svo ertu með eitthvað DTO, Data Transfer Object, sem er í raun og veru, hann er eins og gögnir í gagnagrunnum. Við getum meira sótt gögn úr gagnagrunnum yfir í fordunarmálið okkar, í fordunarumhverfinu okkar, gert breytingar að þeim og sendið síðan aftur. Þannig að þetta svona hljómar svolítið eins og þetta svona að vinna með representation á resursum sem í REST. Þetta bara, hvað er frétt? Fréttin er færsla í gagnagrunni sem Postgres grunnur, geymdur á disk, þannig að hún líka á disk. Hún á sér síðan einhvers konar object á meðan við erum að vinna með hana í JavaScript sem síðan hugsanlega eins eða aðeins öðruvísi þegar við erum búin að varpa yfir í JSON object sem skilað í gagnagrunnum okkar. En ef við værum síðan að vinna með þetta í C# þá er það aðeins öðruvísi hvernig objectin væri vistaður, hvað hann heit, eða þannig að þetta er, já. En Prisma er sem sagt, byrjaði sem svona open source library og er núna svolítið grimmt að pússa svona að vera bara með hýsingu á gagnagrunnum, þannig að það reynir það á einhverjum tímapunktum þegar við erum að fara í gegnum þetta, en þetta er í raun samt sem bara það sem við getum keyrt til að setja upp Prisma. Og þá er þetta bara, þetta er kunnulegt, þetta er MPX, þetta er svona execute í gegnum NPM á Prisma, init og það er eitthvað að fá DB. Við getum kopjað þetta og svo sjáum við hérna að það er bara eitthvað pricing og þá getum við verið með hérna. Þannig að við getum líka sett upp Prisma, eins og við skoðum aðeins Neon í sensta tíma. Það er líka möguleiki að hýsa þetta þarna. Þið getum alveg skoðað þetta ef þið viljið. Svo er á GitHub, já, það kallar sig Next Generation ORM, hvað sem það þýðir. Og þá er hérna, þannig að við erum með Prisma Client, Auto-generated and type-safe query builder for Node.js and TypeScript sem við bara hljómar eins og tónlist í okkar eyrum. Þá þurfum við ekki að vera með þetta að búa til queryunar okkar, búa til selectun okkar. Prisma abstraktar það í burtu fyrir okkur. Svo erum við Prisma Migrate. Það er ofta tíðum þegar maður er að vinna í stórum verkefnum að maður er kannski með, kemur eitthvað verkefni, jæja, hérna, þetta kerfi er búið að vera að keyra í 15 ár, nú ætlum við að smíða nýja útgáfu af því. En við þurfum samt að hafa alla söguna úr þessum 15 árum, við þurfum að migrata þeim yfir í nýja kerfið. Það getur ofta tíðum verið bara risaverkefnið í sjálfu sér. Og síðan er Prisma Studio sem er svona GUI, þar sem við getum bara opnað lítið vefapp sem leyfir okkur að skoða töflunar og breyta og eyða færslum, eins og við sáum að þess að Neon býður okkur upp á líka. Það getur líka keyrt bara locally hjá okkur. Þannig að þetta leysir fullt af svona verkefnum sem eru ofta tíðum ekkert þau skemmtilegustu sem við erum að gera. Það er bara hérna, can be used in any Node.js or TypeScript backend application. This can be a REST API, eins og við ætlum að gera. GraphQL API, sem við ætlum ekki að smíða en við ætlum að skoða það seinna í námskeiðinu. Eða gRPC, sem er svona önnur leið sem við erum með svona API uppsetningu. Og hér síðan er bara meira það hvernig þetta svona virkar. En þá sjáum við hérna, það er eitthvað svona skema, þannig að það er næsta skref. En við ætlum að byrja því að keyra bara þetta. Og við ætlum að setja upp Prisma. Og hér förum við í gegnum eitthvað svona smá install process. Sæki pakka núna baku tjöldin. Tekur tíma. Þú getur við skoða bara aðeins hvernig Prisma er. En Prisma, hugmyndin hjá Prisma er í raun að í staðinn fyrir að skrifa módelið okkar fyrir Postgres eða fyrir MySQL eða fyrir MS SQL, þá skrifum við bara eitt Prisma skema. Og Prisma skema á að vera supersett á öllum þeim gagnagrunnum sem Prisma styður. Þannig að við búum til svona og þá sjáum við að þetta er bara eiginlega nákvæmlega það sem við þurfum. Hvernig þetta news, hvernig þetta authors og við erum eiginlega komið með þetta. Og þetta síðan segir hérna já, ok, þú vilt setja upp í Postgres og þá býr Prisma til það sem þarf til þess að geta pússað eða mappa þetta, varpa þessu módeli yfir í Postgres create-skipun á gagnagrunnum og síðan ef við gerum einhverja breytingar býrum til svona migrate skref líka. Þannig ef við byrjum svona, breytum þessu síðan yfir í text í staðinn fyrir content, að þá getur Prisma búið til migrationi fyrir okkur sem að
tekur allt sem héta á content og setur það yfir í nýjan dálk sem heitir text og eyðir síðan textdálknum. Þetta er komið. Emit. Já, ok. You need to authenticate to use Prisma Postgres. Ok. Þannig að, hvað gerist nú? Núna er okkur til að búa til aðgang. Já, þetta er bara sama. Ég ætla að fara að hingað, gera þetta hér og gera svona og sjá hvað gerist. Ok. Og þetta virkaði hér, þannig nú sjáum við að hún er að reyna að pússa mér í að setja þetta upp þannig að þetta fari yfir á þetta Prisma hýsta umhverfi. Þannig að við förum bara að gera þetta. Við komum þetta bara við 2026 WAF 3. Þá fáum við einhverja möppu hérna sem heitir Prisma. Hérna inni er skema.prisma og þá kemur þetta hérna. Hérna er hérna aftur að selja okkur eitthvað. Hendur þessu bara. Ok. Þá er hérna, ok, define your database schema. Open the schema Prisma file and define your first models. Ok, og svo kemur hérna bara eitthvað þetta. Svo kemur apply migration. Run the following command to create and apply a migration. Manage your data. Þá getum við kert Prisma Studio eða hérna online með þessu. Send queries from your app og þá er hérna. En núna er þetta, ok, byrju nú við. Ert þú sem sagt að segja að ég sé að nota eitthvað hýst hérna? Nei, ok, við sjáum hérna að við erum með process.env database url og hérna er verið að nota þessi .env config sem er þessi pakki sem ég nefndi áðan og skrítið að hún ekki sett neitt inn í þetta, en ok, við erum bara að fylgja þessu alveg skref fyrir skref. Env-file with the database ok. Og hérna sjáum við að database urlið er í raun þessi grunnur sem var búinn til hjá Prisma. Þannig að við viljum ekkert nota það. Við viljum nota bara lokal grunn. Má sjá. Postgres localhost 5432 og kallum maður bara við 2026 WAF 3. Þannig að við ætlum að gera create db svona og ef við förum þá hérna þá sjáum við að það er ekkert módel hérna. Svo getum við líka farið og við getum leitað að Prisma extensionu frá Prisma og einstaklega því og þá fáum við syntax highlighter á þetta. Svo getum við farið hérna og í þetta hérna og við getum bara sagt þetta er góður grunnur og setjum þetta upp hérna. Þannig að þá sjáum við hérna að þetta bara virkar vel fyrir okkur og við getum þannig séð bara haldið þessu nema við vildum vera með einhvern excerpt nei, þetta vil skrifa mér nei, þetta er ekki rétt skrifa mér þetta er skrítið orð. Það er string content á ekki að vera þá vorum við hérna verið að segja að það sé nullable með spurningamerkinu, þetta er svipað eins og er bara í TypeScript en við ætlum að segja að contentið okkar á ekki að vera nullable og author, þá sjáum við hérna author er user það má vera null, en við ætlum að segja að það má heldur ekki vera null þá gerum við svona og þá sjáum við líka að það er vill check hérna the relation field author uses the scalar field author ID. At least one of those fields is optional, hence the relational field must be optional as well. Þannig að við settum upp
erum ekki að gera þetta í verkefni 2 en núna í raun út í við viljum að vera með tengingu á milli kallum þetta news og author og þá þurfum við að vera með vísun hérna á milli og vísunin þá í raun þetta foreign key í töflun okkar fyrir news og þetta primary key í töflun okkar fyrir authors og þetta hérna geymir þá keyið og býr til þetta relational check á milli þar sem að segja bara ef að það eitthvað í þessum dálk þá verður það að vera primary key í þessari hérna töflu og þetta hérna mun þá í raun vera representa allan authorinn þannig að þegar við notum hérna Prisma client þá getum við sett author en við þurfum ekki að setja author ID sérstaklega og Prisma bara sér hérna fyrir okkur en Prisma vil samt að við skilgrunum hvar á að vista þetta author hvað er þetta bara author svona þetta þá að vera news og þá sjáum við hérna published default false ok, það bara flott, við getum alveg haft það svoleiðis ID ID, það að segja primary key og default hæðun að það auto increment þannig að fyrsta stakið, fyrsta sem við insertum verður með ID 1, svo 2 og svo framvegis sem bara fínt author það með þetta relation og það segir að það author ID sem referensar ID í þessari hérna töflu þannig að ef ég breyti ykkur hér, ég kallar svona þá segir hún hérna, ég veit ekki hvað ID í related módelinu svona þannig að þá virkar þetta svo erum við með hérna e-mail og e-mail á alltaf að vera skilgreint og þá að vera unique þannig að þú getur ekki verið með 2 notendum með sama e-mailið og það eitthvað name, við viljum aftur að það sé alltaf skilgreint og svo í raun vísun þannig að við getum fengið vísun tilbaka líka þannig að ég get fengið öll posts sem að þessi author á og þá veitum við út af því að það eitthvað relation hér að þá þetta að fá að vita hver öll posts sem að þessi hérna author á þannig að við vistum þetta segjum bara þetta lítið vel út og þá segir hann hérna check the docs and integration ok npx prisma migrate dev name init þannig að þá þetta skipun sem segir Prisma, taktu Prisma módelið og búða til gagnagrunnum cannot find module.mconfig já, þetta var skrítið það hafi ekki verið installað hérna samkvæmt þessu þegar við keyrðum þetta þannig að kannski þetta hintið að við höfum að keyra þetta en ok keyrðum þetta aftur, tekur sem tíma og erum að sækja Prisma aftur prófum að keyra þetta núna ok já, ég glemdi að vista envið þannig að ég var að nota Prisma ok þetta var til sem sagt á þessum hérna gagnagrunni en sjáum hvað gerist hérna fengum við eitthvað migration og migration SQL skipun og það segir hérna create table news og þá sjáum við bara Postgres skilgreininguna á því hvernig skema okkar var og það passar hérna published, not null, default false, author ID, integer, not null en hérna sjáum við að author ekki til sem dálkur það er bara author ID því sem ég bara flett upp og hérna sett inn í clientin þegar við þurfum að nota hérna constraint sem segir primary key ID svo fáum við saman fyrir author töfluna og svo unique index sem þá að segja e-mail og author verður alltaf að vera unique aldrei verður sama gildið og svo foreign key sem að tengi saman töflunar nafn af töflunni og svo underscore primary key PK já, þegar allir constraintarnir eru vistaði saman
þú veist, þeir eru vistaðir globally í Postgres, þannig að þú væri bara með, þú veist, primary key og primary key, þú veist, þá myndir þú fá hérna, þú veist, PK er til, þannig að þá er þetta svona string namespacing sem er notað í þetta. Svo er oft sagt svona, þú veist, author, email, key eða unique eða eitthvað svona, og svo getur þú eftir því svona með fleiri, þá verður það mikilvægur að passa upp á hérna, constraintarniðinu séu vel heita eitthvað skiljanlegt. Og þá er hérna on delete restrict, þannig að þá gerir þetta ekki neitt, og on update cascade, þannig að þegar við uppfærum eitthvað þá cascadear það í gegnum allt saman, og við erum ekkert að fara nánar í það, en hérna getum við sagt líka on delete cascade, sem myndi þá þýða ef við eyðum author, þá er það cascading delete, þá er eitt öllum greinum sem viðkomandi höfundur er í, út af því að þú mátt ekki skilja eftir grein sem vísar í authorinn ef authorinn ekki lengur til, að þau erum búin að segja að þetta er primary foreign key tengsl og þau verða alltaf að vera sönn, og það er bara kosturum við relational grunna. Ok, prófum hvað gerist núna ef ég var búin að vista og ég segi aftur eitthvað hérna, sko migrate def, sko hvað var aftur, mpx prisma db push to prisma schema state to a database. Þannig að ef við kerum þetta mpx prisma db push já, og þá lendi ég núna, ég er ekki með notanda, þannig að ég ætla að segja bara ég er með notandan Óli og það þarf ekkert lykilorð að ég bara loggar inn notandi og nú gæti ég púsa þessu á minn gagnagrunn. Þannig ef ég segi núna psql hér select stjarna from töflunar hétu bara news og author news byrjum við provider ok, skoðum þetta eftir betur, hún segir samt schema public database er þetta kannski vittlust push the prisma schema validate format init ok, þá getum við prófa bara að gera Prisma Studio það er hérna, þannig að við erum í raun með bæði author og news, þannig að við segjum news insert við erum að byrja að búa til author það er eitthvað hérna, þetta er bara test@example.org og name er test author og news, þá getum við búið til fyrstu fréttin okkar og hún ætlar að vera með 1 og þetta er texti fréttar frétt segjum bara að þetta er true, hún er published og title er fyrsta frétt byrjum við, wow enter, ok, frábært frétt, svona true já, aftur gerist þetta ekki svona save insert operation failed svona ok, já, hann vissi þess ekki á þann insert row test@example.org test author svona save, yes ok, og hvað er það hitt dautt nei, segið eins og svona ég get ekki tapað með auðveldleika þetta er ekki frábært
rétt, published, yes, save, rétt, save, koma svo, yes, ok, skipa public, author, ok, svo getum við farið inn í visualizer, þá fáum við svona hvernig þetta er, þannig að við erum með one to many, það er einn author per frétt, en hann getur átt margar fréttir, hver frétt á sér nákvæmlega einn höfund, og hérna getum við sett upp many to many líka, þurfum ekki að gera það í þessu verkefni, en hugsalega viljið þið gera það í hérna hópverkefninu, og þá getum við haft að frétta á sig marga höfunda, það getur alveg verið, og þá fyrir við að spá í, ok, er einn primary höfundur, eða er secondary höfundur, með eitthvað, I don't know, og síðan í einstaklingsverkefninu, þá getið þið nota þetta ef þið viljið fara að skoða eitthvað, ég vil búa til gagnamódel fyrir eitthvað projekt sem ég er að fara að vinna í, og þá er þetta bara að nota svona eða eitthvað tól til þess að visualisera og prófa að búa til gögn og eitthvað svona. Ok, en nú erum við búin að búa eitthvað til, þannig að nú getum við búið til clientin, þá kerum við mpx Prisma Generate, og það býr til Prisma Client í Source Generated Prisma og þá fáum við hérna og við fáum Client hér og þá er þetta This file should be your main import to use Prisma og svo er þetta inserta, eða þú veist, fá browser líka. Þetta er breyting, ég hef ekki nota, hvað er þetta ekki, Prisma 7. Ég nota mest Prisma 5 og 6 og þar var þetta öðruvísi gert, þannig að núna er þetta komið hér og er generated. Þetta var þetta generated og geimt inn í node module, svo svona svolítið skrítið, en núna er þetta generated hérna og þetta er strax git ignorað. Þannig að þetta hérna er ekki checka inn, þetta er búið til á build tíma eða með því að keyra þetta mpx Prisma Generate skipun. Við getum örgulega skilgreinda í Prisma config hvert þetta fer. Já. Ég er bara svolítið að treysta flæðinu hérna. Oft er í lagi að setja svona generated kóða inn í source út af því að þetta er eitthvað sem mun bara serverinn mun nota. Nema þetta ef við erum að nota browser sem ég ætla ekki að snerta á, ég veit ekki hvernig það virkar og ég ætla ekki að tala með það, ég veit ekki hvernig það virkar. En til dæmis ef við varum að nota vefþjónustu og við varum að nota OpenAPI sem er leið til þess að fá skilgreiningu á hérna vefþjónustum, þá getum við generata client út frá vefþjónustunni líka. Og þá er alltaf lagi að hafa hann inn í þessu út af því að við þurfum síðan að kalla í þann kóða. Og generatum hann síðan á build-tíma út af því að þetta er bara mikið af einhverju sem við viljum ekkert endilega hafa inn í Git hjá okkur. Það er aðalega það, að þetta er bara stórt og ef þetta er í stórum verkefnum þá getur þetta orðið mjög stórt og mjög hægt að vera alltaf að keyra þetta. En ok, nú ætlum við sem sagt að fara hérna og inn í Authors API-in okkar og við ætlum að skipta þessu út og nota núna Prisma clientinn til þess að sækja úr gagnagrunnum. Og já, ég hef ekki búin að breyta henni hér og þá segir það bara að þú átt að importa hérna client ts, þannig að förum hérna og segjum bara import client from generated Prisma. Yes. Byrjum við. Hverju exportar þú? Export Prisma. Ok, hérna nú ekki alveg nógu mikið verið að halda í hendurnar á mér, þannig ég ætla bara að halda áfram að vera svolítið. Ok, hérna er eitthvað meira Prisma config, við erum búin að gera þetta, Prisma data model, ok, búin að gera þetta. Ok, við erum komin hingað. Import Prisma client from generated client. Ok.
from generated. Já, ég bara villisingur hérna og það ennþá. Svona. Stundum maður bara voðalega vitlaus. Ok, þannig að við fáum hérna Prisma Client og þetta er object. Þannig að við fáum hérna og nú sjáum við allt í hennu að þetta er dokumenterað hérna út frá okkar. Þetta er að segja hérna news. Út af því að þetta er generatað og JS-dokki sem er generatað út frá því sem við erum að gera. Þannig að við fáum bara, fáum þetta skjalað fyrir nákvæmlega okkar project. Þannig að við getum sagt hérna client er new Prisma client. Þá getum við sett inn hérna einhver options og verðum að gera það. Þannig að við skoðum áfram hérna. You will need to use a driver adapter. Þetta er nýtt í Prisma 7. Þannig að við þurfum að ná í adapter fyrir Postgres og hann notar PG-pakkan sem við notum í verkefni 2. Þannig að við þurfum aftur að gera hérna. Þannig að þá kannski er betra fyrir okkur að búa til eitthvað hérna sem heitir bara prisma.ts og þetta gerir þessa hluti fyrir okkur. Þannig að við ætlum að gera svona og við ætlum að ná í hennan Prisma PG og við ætlum að gera svona og svo ætlum við að gera export, eða bara export Prisma. Þannig að þá getum við importa bara þessu hérna og hérna er ein skrá sem sér það að búa til clientinn og setja hann rétt upp. Þá er þetta svona og við þurfum að installa þessu. Þannig að þá er það ekkert frábært hérna. Ok, við þurfum bara npm install Prisma adapter PG. Sjáum hvað gerist. Svo getum við haldið áfram hérna, ok, og þá erum við komin í það að nota clientinn. Þá sjáum við hérna að hérna er farið að koma svona syntax sem hjálpar okkur við það að leita að hlutum. Þannig hérna getum við sagt where, or, það er fylki, en þá getum við leita það sem að title eða content contains Prisma. Þannig þetta er or saman allt sem er inn í þessu fylki. Og þá er spurning, ok, geti þá verið með and líka og sagt, verið með bara einhverja boolean filtra þarna. Alveg fullt af einhverju dóti. Skoðum það aðeins eftir. Ok, nú er þetta komið og þá ættum við að geta sagt hérna import Prisma from Prisma svona og þá getum við sagt hérna const authors jafnt og Prisma. Þá fáum við hérna author find many. Þá getum við sett inn þessar queryur en þá viljum við bara þetta og þá viljum við bara senda þetta beint út og sjá hvað gerist. npm run dev, þá fáum við upp já, eftir að vista þetta Prisma client ok Prisma generate jaha það er eins og þetta sé ekki hérna inn í tsconfig hérna þurfum við að bæta við að hún sé að kompila þessu er það einhvers vegar í documentationinu nei er það hér í documentationinu
quick start ekkert TypeScript set up your config API herri, þá ætla ég að finna þetta og menn tökum smá pásu